Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Það alls ekki í lagi. Fólk eins og Jón eiga að geta sinnt sínu lífi, geta lifa sjálfstæðu lífi og það það sem NPA hefur gert sumum kleift. Og ég tek það fram aftur sumum. Þetta ekki vera forréttindi að geta haft NPA sem hluta sínu lífi. Björt framtíð hefur mikið talað fyrir að löggilda NPA og við munum að sjálfsögðu fylgja því eftir. Jón vill einmitt fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo hann getur farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð sem sagt að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Ef svo hvenær á kjörtímabilinu ætlið að vinna því? Ég held að það sé brýnt að því samningar að falla niður núna fljótlega og sveitarfélögin standa fyrir því að veit ekki hvort það getur veitt fólki þessa þjónustu áfram. Þannig ég held að það sé mjög brýnt og við í Bjartri framtíð telum brýnt að það sé gengið að því verki strax. Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Nei, mér finnst það ekki í lagi. Við verðum að drífa í að lögfesta þessa notendastýrðu persónulegu aðstoð, NPA. Það algjörlega nauðsynlegt, það hefur dregist of lengi og það líka nauðsynlegt að ljúka við að innleiða sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra. Hvenær á kjörtímabilinu ætlið þið þá að lögfesta NPA? NPA það verið að ljúka núna við tilraunaverkefni sem hefur verið í gangi. Ráðherra hefur ekki fengið tillögunar inn á borð til sín en leið og það liggur fyrir þá þarf að drífa í þessu. Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Nei. Jón vill fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, NPA eins og svo margt annað sem stuðlar að jafnri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu meðal þeirra mikilvæga úrbóta sem þarf að ráðast í íslensku réttarkerfi til þess að tryggja lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra sem stefna Pírata. Hvenær á kjörtímabilinu mynduð þið vinna því að lögfesta NPA? Ég get ekki sagt til það. Okkar fyrstu forgangsmál eru að klára fjárlög. Það að segja að við fáum traust kjósenda til þess að fara í ríkisstjórn. Þar á eftir munum við leggja höfuðáherslu á lögfestingu nýrra stjórnarskrár sem tryggir rétt allra til bestu mögulegu heilsu. Og fyrir utan það þá höfum við ekki nákvæma tímasetningu á þessu en þetta vissulega mikilvægt mál og okkar stefna að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks fljótt og auðið Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þið það í lagi? Nei. Jón vill fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, stjórnvöldum og samfélaginu ber skylda til þess að tryggja mannréttindi og virðingu allra einstaklinga og notendastýrð persónuleg þjónusta, hún kemur verulega til móts við mikilvægar þarfir einstaklinga og við sjáum fyrir okkur að það eigi að gangi það að lögbinda NPA strax. Það hefur verið tilraunaverkefni í gangi og það hefur staðið til að gera það og að okkar mati ekkert því til fyrirstöðu að gangi það hreint. Þá hefur þú svarað þeirri spurningu hvenær á kjörtímabilinu, það strax eða fyrir hluta kjörtímabils. Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Nei, og við þurfum að gera notendastýrða persónulega aðstoð að raunverulegu vali fyrir fólk og festa þessa tegund af þjónustu í sessi með lögum. En jafnvel þó svo að Jón hefði ekki NPA, þá ætti hann engu að síður að fá þjónustu, þá í öðru þjónustuformi til þess að hann geti komist fram úr rúminu og verið virkur samfélagsþegn. Ætlar þitt framboð þá að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, það í stefnu okkar að við viljum lögfesta NPA. En hvenær á kjörtímabilinu ætlið að gera það? Þetta aftur eitthvað sem við höfum ekki sett
dagsetningu á. Ég held að við séum í undirbúningsvinnu komin mjög langt, þannig að þetta snýst í rauninni pólitískan vilja og eins og ég sagði áðan þá leggjum við mikla áherslu á málefni lífeyrisþega, þannig að þetta hlýtur að vera eitt af því sem þarf að gera snemma. Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Það hefur verið frábært að fylgjast með því hvernig NPA hefur verið að ríða sér til rúms og það löngu orðið tímabært að við fáum lagaramma það og auðvitað nauðsynlegt að grunnþörfum og mannréttindum í þjónustu við fatlaða sé sinnt með sómasamlegum hætti. Jón vill fá NPA svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Ég var eiginlega komin fram úr mér í því að svara spurningunum. Svarið já, ég held að það sé mikilvægt að NPA, það verður lögfestur rammi utan NPA. Þetta hefur verið mjög jákvæð og spennandi þróun undanfarin ár og löngu orðið tímabært að það sé settur lagarammi. Hvenær þá á kjörtímabilinu myndið þið farið þessa vinnu? Ég held að það að hefja hana strax, en ég legg þess vegar að það þarf að vanda til henni og það skipti mestu máli að hún sé góð frekar en hvort hún kemur að vorið og hausti. Jón á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Finnst þér það í lagi? Nei, mér finnst það ekki í lagi. Mér finnst að allir Íslendingar eigi að geta lifað lífinu á sínum forsendum. Þessi maður þarf að fá frekari persónulega aðstoð. Jón vill fá notendastýrða persónulega aðstoð svo hann geti farið fram úr rúminu á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Við höfum verið hlynnt NPA. Ég styð að við gerum slíka breytingu. Við þurfum að gera hann í góðri sátt við sveitarfélögin þannig að það strandi ekki á þjónustu fyrir Jón að ríki og sveitarfélög sé í ágreiningu það hver er að greiða fyrir þá lagabreytingu. Hvenær á kjörtímabilinu verður farið í þá vinnu? Ég nú vongóður að það sé hægt að gera það á næsta kjörtímabili, svona í beinu framhaldi af yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélaga og öllum þeim undirbúningi sem hefur átt sér stað á undanförnum árum til þess að innleiða NPA, að þá séum við að færast nær þeim tímapunkti að það sé hægt að færa það í lög og mér finnst ekki ólíklegt að sé hægt að gera það á næsta kjörtímabili. Ég bara mjög vongóður það.